Já, Gunnar, það heldur betur merkilegi tímar sem við erum að upplifa núna og á þeim skiptir máli að það sé gott upplýsingaflæði til almennings og þá spilar fjölmiðill, já, stórt hlutverk. Já, ég veist að við séum að feta fína línu milli þess að koma út góðum upplýsingum sem að sefa ótta og kannski tæpari upplýsingu sem að myndi þá skapa ótta og þetta er fín lína fyrir að það sem að skapar veldur ótta hjá einum getur sefað ótta annars. Þess vegna bara sama setningin, já. Og það þarf að finna einhverja blöndu líka og maður hefur séð að þið eru bæði að taka fyrir jákvæðar fréttir, prjóna COVID-veiruna sem dæmi en svo það líka að fjallum alvarlegu hlutina inn á milli. Já, við tókum þessa ákvörðun alveg meðvitað í síðustu viku og gerum grein fyrir því að það þyrfti að vera blanda fréttum eins og segir. Það þarf náttúrulega að miðla upplýsingum til íbúa sem að skipta máli. Það er kannski ekki alltaf það vinsælasta. Við finnum líka þörf hjá fólkinu fyrir að fá fréttir af svona, ég segja svona jákvæðari hliðum ástandsins, samtakamætti, sköpunar, gáfu. Við höfum alveg þörf fyrir að þessu verður tíma að hlæja þó að vissulega sé ekkert fyndið í sjálfu sér við þessi veikja þá við verðum samt að halda ákveðna bjartsýni, von og gleði til að koma í gegnum þessa tíma. Þannig að við erum þurfum að þurfa að blanda þessu saman og eins að reyna að finna bara fréttir þá líka sem snúast ekki COVID-víruna fyrir að lífið þarf að halda áfram. Svo sjáum við upplýsingaflæðið eins og samfélagsmiðlum, þar það mjög villt. Fólk á að geta farið inn á síður miðlana, fjölmiðlana í landinu og geta treyst því að þar séu góðar upplýsingar þannig að þið berið mikla ábyrgð þar. Já, algjörlega. Það er alveg hárrétt að við að sannreyna upplýsingar og koma út með góðar upplýsingar sem fólki getur treyst. Og stundum þurfum maður að bara aðeins að anda með nefinu og vanda sig að fara af stað með þessar upplýsingar. Því eins og ég sagði, þegar þú fer með vonda upplýsingar þá getur þú skapa ótta en það er kannski okkar frekar hlutverk að upplýsa og róa án þess að vera að slá gagnrýna. Við höfum bara núna til mist tvisvar á þessum fyrstu dögum að við höfum beðið og beðið með að fara af stað með upplýsingar sem voru birtar á landsvísu og fengir henni betri staðfestingu hér heima fyrir og þar með fórum við út með réttari tölur. Við þurftum alveg að verja það ákveðin hátt en við vorum með góða tölur sem við gátum treyst og ég held að það sé það sem okkar fólki hér á svæðinu vill sjá. Hvað með upplýsingaöflun? Hefur þetta haft áhrif eitthvað starfsemi til dæmis út á vettvangi? Hafið þið þurft að vera að vinna fréttina meira inni? Það kannski ekki reynt á það í sjálfu sér, en það sem breytist er það að samfélagi fer að snúast þetta. Við erum í mjög samkombani, það er ekki haldinni viðburð, tónleikar, leiksýningar eða fyrirlestrar. Þannig að það kannski verður svona minna af viðmælendum í boði í raun og veru. Þannig að við þurfum kannski þurft að hugsa hvað getum við fengið til þess að fylla upp blaðið. Og þá kannski hallar maður, við erum alltaf búið þannig kost að vera prentmiðl, við þurfum ekki að fara að hitta fólk. Það er til þess vandamáli við sjónvarp oft. Að þú þarft að eyða tími að ferðast og hitta manneskjuna virkilega til þess að geta tala við hana. Við getum eins og bara hringt eða unnum með skriflega gögn. Þannig að þetta kannski hefur meira áhrif á það en í sjálfu sér þá nei, þetta er ekki búið að hafa nein veruleg áhrif á hvernig við vinnum til þessa. Og við erum, til dæmis nú erum við allir að vinna heima hjá sér, við erum alltaf verið til þeirra fljótandi skipulag, við erum til þess að sinna þeirri vinnu sem við gerum. Þá þarf ekki nema síma, tölvu og myndavél er raun og veru síma og tölvu. Þú þarft að geta komin einhvers fyrir með þetta í nettengingu og þá getur unnið. Þannig að við getum hagað okkar vinnu eftir þessu viti.
En þið finnið það alveg að það eru góð samskipti milli ykkar og almannavarnasteymis hér fyrir austan og þau finna það gildi að koma sínum upplýsingum á framfæri. Það er hluti af þeirra vinnu alveg eins og ykkar. Já, ég trúi að þau finni það og við höfum allavega ekki fundið að þetta annað bara mjög góð samskipti og auðvitað eru þarna aðrunum milli sem að hefði gætna vel ná í að maður gerir sig grein fyrir eru mjög uppteknir en ég held að sé akkurat þetta sem við búin að ræða svo ítrekka hér að menn gera sig grein fyrir því að koma út réttum, góðum upplýsingum er lykilpunktur í því að samfélagi fari hreinlega ekki á hliðina. Og það er kannski mitt á svona tímum sem við sjáum gildi fjölmiðils sanna sig ef það væri engin fjölmiðil hérna fyrir austan, það væri töluvert breytt staða. Algjörlega og ég held að við sjáum kannski gildi þess að fjölmiðlar gildi vandverku fjölmiðla. Við sjáum alveg svona, kannski segja, gorkunu fjölmiðla eða smellu fjölmiðla sem eru að fara af stað með misgóðar upplýsingar og það er ekki eitthvað gott fyrir samfélagið. Þannig að það er alveg já, kannski gott að þetta minnir á að það skiptir máli að vera með vandaða fjölmiðlun og vonandi þegar að við komumst í gegnum þetta tímabil, það mun reyna okkur efnahagslega eins og aðra, menn að við munum sjá samdrátt í auglýsingum, ég er alveg sannfærður við búum okkur undir það. En þess að ég segi, þegar við erum komin í gegnum þennan skafl þá vonandi viðurkenna menn þörfina á tilvist vandaðra fjölmiðlar og styðja við hana.